Davíð, 2-2 hérna í síðasta leik á tímabilinu, hvernig er svona tilfinningin? Bara súr að hafa ekki náð að klára leikinn. Við spiluðum mjög vel í dag og áttum að mínu viti sigurinn skilið. En þeir fengu víti í lokin og náðu að jafna, þannig að það var svona súrt fyrir okkur, en frammistaðan mjög góð. Já, þið eigið mjög góðan leik. Hvað fannst þið gera svona vel í leiknum? Við bara í fyrri hálfleik pressuðum vel á átt og unnum boltann á álitlegum stöðum og leyfðum þeim aldrei að komast einhvern veginn í einhvern takt sóknarlega. Í seinni hálfleik þá féllum við aðeins neðar en sköpuðum alveg mýmörg tækifæri til að gera út leikinn með hröðum sóknum. Við vissum að þeir þyrftu náttúrulega á marki og mörkum að halda, þannig að við vorum góðir í að keyra á þá en svona vantaði eins og okkur að klára þessar góðu stöður sem við komumst í. Þannig að það var bara margt mjög jákvætt í þessum leik. Káa berjast þetta þriðja sæti sem mögulega getur gefið Evrópusæti og þið eiginlega bara eyðileggja annað partíð í röð. Já, ég hefði reyndar viljað eyðileggja almennilega með því að vinna en við svo sem erum ekkert að pæla í því, við bara náttúrulega vorum komnir í þá stöðu að við vorum ekki að berjast um eitt en eitt en við vorum ákveðnir í því að enda þetta tímabil á jákvæðum nótum og reyna að taka það með okkur inn í veturinn og mér finnst við að mörgu leyti hafa náð að gera það. Það var bara flottur taktur í okkur síðustu vikurnar á þessu Íslandsmóti, þannig að nú þurfum við bara að halda áfram á þessari braut og sjá til þess að við endum mun ofar á næsta tímabili. Já, þeir fá hana víti og svo Dusan hefði rekinn á velli, hvað fannst þér þessi atvik? Dusan rekinn á velli, það var náttúrulega ekkert mikið en það var náttúrulega peysutog þannig að dómarinn mat þannig að hann hefði verið að stöðva væntanlega álitlega sókn í okkur, þannig að ég svo sem ekkert það að segja þannig séð meira vítið, hann sér eitthvað peysutog eða það að varnarmaðurinn okkar haldi sóknarmann í KA-liðsins. Eiginlega heldur ekkert það að segja, það var bara örugglega rétt ákvörðun hjá honum og ég trúi því ekki að menn fara að dæma víti á þess að vera þokkalega vissir í sinni sök. Það er svona eitthvað lítið slúður þjálfaramálin hjá okkur, verðið þið áfram? Það bara eftir að koma í ljós. Ég var bara ákveðið að klára þetta tímabil og svo bara sest niður núna í góðu tómi og farið yfir málin og svo bara kemur eitthvað í ljós og það verður allavega einhver þjálfari hjá FH næsta ári. Já, aðeins þið endið miðjan deild og eigið mjög góðan endasprett. Þetta er kannski ekki alveg það sem að FH vill vera? Nei, heldur betur ekki og það er bara þannig að enda með 33 stig er náttúrulega bara alls ekki ásættanlegt og við erum alveg mjög óánægðir með það að enda í 7. sæti með svona fá stig, þannig að við þurfum aðeins að það þarf að kryfja aðeins hvað fór úrskeiðis og reyna að bæta úr því og sjá til þess að við getum komið okkar á þann stað sem við viljum vera á og það er við toppinn eða á toppnum. Takk fyrir.